var nú maðurinn minn sem fékk þessa hugmynd og hann sem sagt sagði einn daginn við mig ég ætla að taka þátt í Norðurlandsskógum sem var verkefni sem að maður gat tekið þátt í og þá fekk maður styrk frá ríkinu til þess að gróðursetja og plönturnar fengum við og við ákváðum að byrja þetta í þessu og þegar hann segir við mig erum að planta fyrstu plöntunni þá segir hann jæja þetta verður fínt þegar við förum á ellilaun þá förum við að grisja og ég bara já einmitt sko ég fer að grisja sá það nú ekki beint fyrir mig sko en núna erum við að grisja og við erum bæði hægt að vinna þannig að svona er þetta Hjónin Anna Árnína Stefánsdóttir og Brynleifur Sigurlaugsson eru skógarbændur á Steinhólum í Hjaltadal. Þau settu fyrstu trén niður fyrir 19 árum síðan en nú er skógurinn loksins farin að gefa af sér og líklega má segja að tímasetningin á þessu ellilífeyrisplani þeirra hefði ekki geta verið betri. Jú, þetta er náttúrulega allt í puð en þetta er bara gaman og gott að geta haft eitthvað fyrir stafni. Svo heldur þetta manni bara í þjálfun, þetta er bara maður fær svolítið orku af þessu og verður bara sterkari, heilsuhraustari. Þetta er bara fjör. Hvaða trjátegundir eru þið með hérna og hvað eru þið með stórt svæði? Svæðið er eitthvað 170 hektarar. Við erum mest með lerki og birki og furu og svo erum við líka með greni og svona reyni, alaskaösp, svona inn á milli líka. Og við erum búin að planta, byrjuðum sem 2002 að planta og erum búin að planta 500.000 plöntum. Á hlaðinu á Steinhólum er nú að finna stæðu af trjám sem brátt verður að girðingarstaurum. Þá voru nýlega tré úr skóginum kurlu niður í heila reiðhöll í nágrenninu. Já, þetta er svo sem engar rosa upphæður en þetta er til framtíðar og eftir því sem maður hugsa betur skóginn sinn, þeim er meiri verðmætari verður hann. Og það er bara afkomendunum sem njóta góðs af því og við verum þá bara englar á greinin og fylgjumst með. En það skiptir öllu máli að hugsa vel þetta, grisja og kvista upp trén líka. Það skiptir máli líka. Þannig að þetta er bara gaman. En það er fleira en trén sem skógurinn gefur því þau hjónin hafa verið öflug við lerkisveppatínslu. Já, við höfum verið að þurrka sveppi. Það er nú reyndar, byrjaði nú maðurinn minn á því eins og öðru. Og ég fyrir bara með, en já, við höfum verið að þurrka sveppi og svona dálítið slatta, með mesta móti sem við eigum 8 kíló held ég þurrkað sveppi núna í haust, en búin að mest megnis að því farið, við höfum verið að selja í mötuneyti og svona. Og svo hefur fólk verið að kaupa okkur líka í jólagjafir. Og svo skilst mér að þú hefur líka verið búið til hvað, sveppakraft? Já, ég prófaði það, ég búið til sveppakraft sem að bara miksa ég bara sveppinu og það er ekkert sama við það, bara hreinn kraftur. Það er svo margir sem borða ekki sveppi en finnst bragðið gott. Já. Þannig að ég hef ákvað að prófa þetta og veit hvað þetta virkaði. Skógrækt og sveppatínsla er þó allt öðruvísi vinna en sú sem Anna hefur lengst af fengist við á starfsævinni, en hún var leikskólastjóri í 29 ár. Og það er svo sem alltaf gaman að sjá plönturnar vaxa og það er gaman að sjá börnin vaxa og þannig að þetta er hvort tveggja mjög skemmtilegt. Þetta er kannski líkt á þann máta einmitt, það er nú einmitt sagt að maður sjáu best hvað tímanum líður á börnunum og trjánum. En er það ekki á sama tíma, pínu tregablandið? Meinar þá að hætta sem leikskólastjóri? Nei, að sjá sem sagt hvað tímanum líður. Já, hvað tímanum líður, ég tek ekkert eftir því. Ég skil ekkert í því hvað allir aðrir eldast í kringum mig. Ég stend alltaf í stað. Hvernig sérðu framtíðina fyrir þér? Verður þú bara áfram hérna alveg að þeysast hérna skóginn og tína sveppi og kurla og grisja hérna hákvæmdur og dettur niður? Já, ég geti það. Það verður bara þannig, við verðum bara í þessu hjónin. Bara gaman að því geta unni líka svona saman og haft sömu áhugamál. Það líka skiptir máli. Ölluði svo sem að fara í einhver félagsstarf líka en ég veit ekki alveg hvað við höfum tíma í, það kemur í ljós í haust.